Fjármálafyrirtækinu T+ á Akureyri hefur vaxið fiskur hrygg frá því það tók formlega til starfa fyrir 5 árum síðan. Starfsmönnum hefur fjölgað á þessum árum, eru nú hátt í 20 en voru í upphafi 5 og stjórnendur fyrirtækisins líta björtum augum til framtíðar. T+ er óháð þjónustu fyrirtæki sem sérhæfir sig í vörslu og uppgjörs þjónustu verðbréfa, sjóðaumsýslu fyrir rekstraraðila og þjónustu varðandi lífeyrissparnað. Starfsfólkið býr yfir margra ára starfsreynslu á fjármálamarkaði. Það sem við erum með leyfi til að gera er að sjá bakvinnslu fyrir önnur fjármálafyrirtæki. Þannig að við erum bakvinnslufyrirtæki sem sinnir öðrum fjármálafyrirtækjum. Það er nú svona í megindráttum það sem við gerum. Þannig að viðskiptavinir okkar eru fjármálafyrirtæki eins og Íslensk verðbréf hér á Akureyri og svo er bara hálft Borgartúnið í Reykjavík sem er í viðskiptum hjá okkur. Og það sem við gerum er að við sjáum rekstur á verðbréfakerfum sem þeim er skylt að reka og við sjáum að manna þau störf í kringum þessi kerfi og halda uppi þekkingu og gæðum á þessum kerfum sem þarf að gera. T+ var til í Saga Capital fjárfestingabanka á Akureyri. Þáverandi bankastjóri vildi treysta öryggi bakvinnslu sem gæti með tíð og tíma orðið að sjálfstæðu fyrirtæki. Síðar komu Íslensk verðbréf og Stapi lífeyrissjóður að rekstrinum. Lykillinn að þessu er að vera með gott starfsfólk. En það er hins vegar ekkert augljóst mál þegar við ýttum T+ úr vör að þetta myndi ganga vel vegna þess að það voru erfiðir tímar í þjóðfélaginu. Þetta var í kringum 2010 sem við vorum að undirbúa að ýta T+ úr vör og félagi fór ekkert í almenna rekstur fyrir 1. janúar 2011. Þá með 2 viðskiptavini. Mitt ár 2011 þá vorum við með aðeins 1 viðskiptavin og 5 manns í vinnu. Þannig að það var alls ekkert augljóst að þetta myndi ganga upp. En við höfðum trú á þessu og við héldum áfram að veita toppþjónustu og reyndum að passa það að halda þekkingunni inni og á sama tíma að reyna að selja fjármálafyrirtækjum í Reykjavík þessa þjónustu. Og það gerist mjög hægt. Þú þarft að tala mjög lengi við fjármálafyrirtæki til þess að fá það til að útvista starfsemi sem er því mjög mikilvægt. Það vill sjá árangur hjá þér áður en þú ferð að tala við þig einu sinni. Þannig að þetta var fór hægt af stað, en þegar fyrstu fór að koma inn að þá var eins og losnaði og næstu vildi þá kannski fara að skoða það líka. Og svo núna 4-5 árum seinna erum við komið með öll svona smærri fjármálafyrirtæki á Íslandi til okkar og við erum að reka inn 6-7 verðbréfakerfi sem er útvistað hingað norður til Akureyrar. Þegar reksturinn er orðinn svona umfangsmikill eru upphæðirnar eðlilega sömuleiðis háar sem fara gegnum tölvukerfin og færslurnar eru margar. Síðast þegar við vorum að skoða þetta núna, líklegast bara fyrir áramót, að þá taldist okkur að heildareignir sem eru í umsýslu hjá okkur séu einhverstað nálægt 580 milljörðum. Og í venjulegum mánuði hér þá eiga sér stað svona færslur í kerfum á bilinu, myndi segja 13 til 17.000 svona að öllu jöfnu. Þannig að þetta er hellingsumsýsla sem á sér stað hérna á hverjum degi. Aðstoðar framkvæmdastjórinn hefur verið í áhöfn T+ frá upphafi. Hún segir að starfsfólkið búi yfir víðtækri reynslu og þekkingu. Já, við erum með fólk sem er með yfir 30 ára bankareynslu og svo erum við með náttúrulega mikið vel menntuðu starfsfólki. Meiri hlutin er viðskiptafræðingar en við erum með haffræðinga, sjávarútvegsfræðinga, stjórnmálafræðinga, þannig að þetta er svona öll flóran. Trúverðugleikinn er lykillinn að viðskiptasambandi og þjónustu. Já, við þurfum að sanna okkur og sýna það hvað við kunnum til þess að okkar viðskiptavinir trúi því hvað við getum og þeir þurfum náttúrulega að treysta okkur algjörlega. Við erum bara framhandlegur af þeirra þjónustu. Segja má að þau tölvu- og upplýsingakerfið sé hjarta fyrirtækisins. Upplýsing- og tækniþjónustan sem við veitum, þetta er bara
stór partur af því sem við erum að gera og ef að tækin virka ekki rétt, þá náttúrulega getum við ekki þjónusta kúnnan okkar eins og við þurfum að geta gerst. Þannig að þetta stór partur af því sem að gerast hjá okkur. En það væntanlega ör þróun í slíkum kerfum? Já, það endalaust verið að þróa og svo alltaf að koma nýjar afurðir og mikið að gerast á markanum og við þurfum alltaf að vera tilbúin til þess að leysa verkefnin og vandamálin sem komu. Þannig að þetta öfluga starfsfólk sem við erum með, það allir, við erum bara alltaf á tánum með allt. En til þess að fá öflugt starfsfólk, skiptir starfsemi Háskólans á Akureyri, skiptir hún máli fyrir fyrirtæki eins og ykkar? Já, það mjög gott að fá háskólamenntað fólk til starfa. Þó svo að við séum með starfsfólk sem langa bankareynslu og að þá alltaf mjög gott að vera með háskólamenntað starfsfólk. Það bara kemur með nýjungar inn í fyrirtækið og svona hjálpar til við að leysa verkefnin á annan hátt, svona meiri víðsýni í öllum. Fáið þið mikið af fyrirspurnum starf? Já, við fáum það. Það alltaf reglulega sem að fólk sendir inn umsóknir og sem hefur bara verið mjög gott af því við höfum alltaf verið að ráða mikið síðastliðin 2 ár. Sjóða- og lífeyrissvið gegnir tvíþættu hlutverki innan fyrirtækisins. Við erum með annars vegar þjónustu fyrir sjóðastýringarfyrirtæki og hins vegar fyrir vörsluaðila séreignarsparnaðar. Og í báðum tilfellum við erum svona aðhliða þjónustu að ræða, þar sem við erum að reikna gengi sjóða og annars skýrslugerðir og svo sem samhliða gengisútreikningi höfum eftirlit með stefnum sjóða og þeir framfylgi lögum og því að sjóður eftirlitsskyldir og við erum með það hlutverk hérna að rauninni stemma það og fylgjast með þessi gera góða hluti. En þegar að gengi bréfa í fyrirtæki hækkar eða lækkar, þá hefur það áhrif á þessa sjóði sem að þið eru með? Já, í grunni þá hreyfast sjóðir út frá hvað undirliggjandi eignir þeir eru að gera og hlutverk okkar hérna að reikna þá út frá því hvað forsendur liggja baki og við reiknum til dæmis ef aðili kemur inn í sjóðin, þá reiknum við inn á hvað gengin kemur. Og þetta gríðarlega mikilvægt að sé vel haldið utan þessa hluti vegna þess að fólk það geta treyst því að þegar það á viðskiptum með sjóði að það sé faglega unnið með til dæmis gengi. Og þá væntanlega lykilatriði að vera með góðan og réttan hugbúnað? Já, það alveg grundvallaratriði að hafa góðan hugbúnað sem við notum og bara okkar daglega vinnu. Af því við þurfum ekki að treyst því að gögnin þar eru rétt. Þannig að það svona segir sjálft að við þurfum að nota hugbúnaðinn til þess að geta unnið okkar vinnu. Og framkvæmdastjórinn bjartsýnn í upphafi ársins. Bæði fyrir T+ og svo jafnframt fyrir Akureyri. Ég algjörlega sannfærður það að það fullt af tækifærum og það sem að ég hef einsett mér fyrir hann T+ að halda áfram að veita gæðaþjónustu og alls ekki gleyma grunninn. Við erum að veita hérna ákveðna verðbréfaþjónustu. Það lykilatriði. En á sama tíma að horfa eftir nýjum tækifærum. Ef við sjáum ný tækifæri, við skulum þá skoða þau. En tökum aðeins eitt skref í einu og reynum aðeins að selja það sem við teljum okkur kunna, en ekkert annað. Jóna Jónsdóttir, starfsmannastjóri kjötiðnar fyrirtækisins Norðlenska, situr í stjórn T+. Í mínum huga T+ virkilega flott sprotafyrirtæki sem hefur náð að vaxa og dafna vegna þess að þeir hafa vandað sig við hvert skref sem á tekið. Ég stjórnað af aga og stefnufestu, skynsemi og framsýni og við stefnum áfram sömu braut og vonum að það skýri okkur áframhaldandi velgengni.